Þróunarverkefni lík Monte Carmelo verkefnunum sem í gangi núna. Og hugmyndafræðin bakvið er mjög falleg. Það að kenna krökkum sem búi í umhverfi sem ekkert sérstaklega uppbyggjandi fyrir þau andlega. Að kenna þeim dygðir, andlegar dygðir, sem mun hjálpa þeim að gera þeim betri manneskju og sem mun síðan hjálpa þjóðfélaginu að vera betra. En það eru fá verkefni sem eru vel sett í framkvæmd, það sem mörgum verkefnum skortir. Það er falleg hugmyndafræði en verkefnið fungerar ekki. Þetta verkefni er öðruvísi á allan hátt. Að sjá að það sem börnunum er kennt kemur út í þeirra hegðun. Og að sjá hversu mikilvægt það er fyrir þessa krakka að læra andlegar dygðir til að gera betri einstaklinga í framtíðinni. Karlmenn sem virða konuna sínar í staðan fyrir að berja þær. Konur sem trúa að þær séu jafnar körlum. Fólk sem virðir sitt umhverfi, vini og ættingja og alla í kringum það. Meginkjarni Monte Carmelo verkefnisins er skólinn, sem er hálfgerður dygðaskóli, skóli dygðana, þar sem börnum er kenndar dygðir. Yngstu krökkunum reyndar líka kennt stafróð og þeim er hjálpað að læra að lesa og skrifa, en tímarnir snúast mest dygðir. Hverri viku þá er tekin fyrir ákveðin dygð og krökkunum kennt hvers konar hegðun dygðin felur í sér. Til að mynda samvinna. Fyrir þessa viku þá er samvinna dygði vikunar. Stundum er það virðing, þolinmæði og svo framvegis. Og þau standa ekki bara fyrir skóla fyrir krakka, heldur er námskeið fyrir unglinga til að hjálpa þeim að undirbúa fyrir vinnumarkaðinn, og einnig eru með námskeið, tölvu námskeið fyrir krakka og eldra fólk í bænum Porto Feliz sem er rétt hjá Monte Carmelo skólanum. Og þau hafa fengið fullt af fyrirtækjum til að styðja við verkefnið og til að mynda námskeið fyrir unglinga og tölvunámskeið þá er vinnaði með öðrum fyrirtækjum sem þá veita bæði fjárhagslegan stuðning og einnig hjálpaðist verkefninu að vaxa. Það kom mér rosalega óvart hvað allir virðast vera ánægðir með verkefnið. Venjulega fær maður bæði gagnrýni og heyrir líka einnig jákvæða hluti verkefnið, en hérna virðast allir vera ánægðir með verkefnið. Börnin, foreldrarnir, kennararnir, allir í bænum sem er Porto Feliz sem er rétt hjá skólanum, allir eru rosalega sáttir með verkefnið. Það hefur verið rosalega gaman fyrir mig að kynnast krökkunum hérna. Krakkar sem hafa alist upp við allt aðra aðstæður en ég til að mynda og allir í kringum mig. Þau alist upp við lítið sem ekki neitt og hafa lítinn tækifæri til að betrumbæta lífið sitt, því hugsunin er venjulega að þú gerir bara það sem foreldrar gera og börnin þín gera það sem þú gera. Þannig að kynnast þeirra raunveruleika hefur mjög mikið upplifun og reynsla fyrir mig. Monte Carmelo verkefnið er rosalega vel skipulagt, mjög góð stjórn, verkefnið er að vaxa rosalega mikið, hefur ógsið rosalega mikið á síðustu árum og það eru jafn margir á biðlisti til að komast inn í skólan sem verkefnið sér fyrir eins og eru í verkefninu. Og
peningur sem fyrir þetta verkefni klárlega peningur sem mun nýtast vel og mun hjálpa. Það mun klárlega hjálpa börnum að eignast betri framtíð.